þá það mikilvægasta kylfan í pokanum, pútturinn okkar. Eins og með aðrar kylfur og önnur högg, þá skiptir mjög miklu máli að halda rétt og standa rétt. Og þegar ég held utan um pútturinn minn, þá reyni ég að hafa kylfuna eins mikið inn í lófanum og hægt Og þess vegna orðið svona algengt að gripin okkar séu breið og þykk, af því þá auðveldara að hafa þau inn í lófanum. Ég stilli mér upp þannig að ég sé í góðu jafnvægi og ég geti haldið utan um pútturinn minn þar sem hendurnar myndu hanga og helst vil ég hafa augun yfir boltanum. Þegar ég svo púta, þá vil ég mig finna góðan takt, af því að taktur algjört lykilatriði í lengdarstjórnun og það getur verið gott fyrir ykkur að reyna að halda hálsinum ykkar svolítið láréttum, því ef hann láréttur, þá verða óþvingaðri hreyfingar í strókunni. En það annað sem ég langar líka að segja ykkur frá, sem að fólk áttar sig oft ekki á. Og það að grasið, það vex ekkert endilega beint upp í loftið. Og þegar við spilum erlendis, þá eru grínin ofta að trufla okkur, af því að þar eru þessi áhrif aðeins meiri. Við sjáum litarmun á grasinu og stundum eins og grínin séu blaut. Þessi litarmunur kemur ekki til af því þau eru blaut, heldur af því að grasið liggur út á hlið. Þegar að grasið lítur út eins og flaugel sem búið að slétta, þá svona grámi á því og þá vitum við að stráin liggja frá okkur og það glampar á bakið á stráinum. Þegar við förum svo hinum megin og horfum tilbaka, þá sjáum við að það eins og grínið sé blautt eða stráin úfin, það úfið flaugel, af því að stráin liggja á móti okkur. Og þetta hefur sjálfsögðu mikinn áhrif á hraða og þetta hefur líka hliðaráhrif. Mörgum finnst gott að nota pútterinn fyrir utan flöt. Og oft það þannig að vippin að skemma fyrir okkur. Lélegt pútt oftast betra heldur en lélegt vipp. En þau misjafnast stundum af því að það loðið fyrir framan grínið og ég ætla að kenna ykkur trix núna hvernig ég geti unnið á móti því. Hér á þessum stað, þá liggur grasið á móti okkur. Og það liggur ekki bara á móti okkur inn á gríninu, heldur liggur það á móti okkur hérna alla leiðin að boltanum mínum. Þannig að ef ég ætla að nota pútterinn núna, þá töluverð hætta því að boltinn hann muni hoppa af stað og ekki drífa alla leið. Þannig í staðinn fyrir að púta venjulega með boltan á réttum stað, þá hef ég boltan alveg hérna við stóru tána mér. Með því að hafa boltan hérna við stóru tána, að þá eru mjög mikla líkur á því að pútterinn hann sé á leiðinni upp þegar ég hitti boltan og þá flýgur boltinn af stað yfir grasið.